Komiði sæl. Hér hefur á samstöðinni göngu sína nýr dagskrárliður sem að hefur fengið vinnuheitið græna borðið til mótvægis við það rauða borð sem að venjulega setur svip sinn á þennan fjölmiðil. Ástæða þess að við viljum hrinda þessu af stað svo okkur langar til þess að búa til vettvang þar sem að náttúruvernd og umhverfismál og loftslagsmál og allt sem því tengist eigi einhvern samastað í fjölmiðlaflórunni í dag sem okkur hefur þótt vanta. Það ásetningur okkar að þessi þáttur verði vikulega á dagskrá samstöðurinnar næstu mánuði, hvernig sem að það síðan á eftir að takast. Og við ætlum að byrja þennan þátt á því að fara með viðmælendum okkar yfir svona stöðuna í þessum málflokki á Íslandi í dag og þá kannski helst út frá því að okkur hefur þótt hann vera örlítið munaðarlaus bæði í opinberri umræðu og í pólitískum skilningi. Og fólkið sem situr við þetta græna borð í fyrsta skipti Tryggvi Felixson sem að lengi hefur skipt sér af þessum málflokki, var árabil formaður landverndar og má kalla hann aktivista, held ég megi segja á þessu sviði. Þó hann sé hagfræðingur að mennt, það ekkert, skulum ekkert nota það gegn honum. Við hlið það situr Jón Kaldal sem að hefur tekið mjög virkan þátt í umræðu síðustu vikna og síðustu missera sérstaklega einn þátt af náttúruvernd sem að varða lagareldi og sjókvíeldi og oft blandar sér í þá umræðu svo eftir hefur verið tekið. Svo hérna hjá okkur Rósa Björk Brynjólfsdóttir sem að sat lengi á Alþingi fyrir eina stjórnmálaflokkin á Íslandi sem hefur kennt sig við náttúruvernd og umhverfismál sem hét Vinstri grænir og ennþá til þó að hann sjáist ekki stað á Alþingi Íslendinga. Ég held að það sé sanngjarnt að segja að eitt af því sem að sameinar okkur í lönguninni til að koma þessum málefnum á dagskrá sú staðreynd að okkur finnst að þessum málstað sjái hann eigi ekki mikið upp á pallborðið hjá þeim stjórnvöldum sem nú ríkja á Íslandi. Og mér langar bara til að beina því til þín, Tryggvi, hvernig hver þín sýn á stöðuna í náttúruverndarmálum eins og hún Já, náttúruvendin á verulega undir högg að sækja með þennan ráðherra og þessa ríkisstjórn og þetta Alþingi. Við höfum mist fólk af þessum vettvangi sem virkilega bar hag náttúruna fyrir brjósti og við sjáum að sá áróður sem samtök iðnaðarins og orkufyrirtækja hafa haldið uppi orkuskort og viðskiptaráð og fleiri að það sé vart lifandi á Íslandi nema við göngum enn frekar á náttúru landsins hefur fengið byr hjá núverandi umhverfisráðherra og við heyrum ekki þær raddir á þingi sem halda uppi alvöru vörnum fyrir náttúru landsins. Þetta sorglegt. Þetta mjög sorglegt fyrir mig persónulega. Ég búin að fylgjast með náttúruverndarmálum þar af því að ég var í Gagnfræðaskóla Kópavogs og kennari minn var Árni Vog sem sagði okkur frá bókinu raddir vorsins þagna og leit okkur inn í dýrð íslenskrar náttúru og síðan hef ég starfað á þessum vettvangi og vissulega voru hér erfiðir tímar. Ég var framkvæmdastjóri landverndar á þeim tíma þegar Kárahnjúkavirkjun var í uppsiglingu. Það voru mjög erfiðir tímar. En þá voru svona hreina línur. Það verið að farið í stóra og grófa framkvæmd og þar sáu menn hvað átt að gera við þessa orku. Í dag eru uppi alls konar plön og allt
og engin veit raunverulega hvernig þessa framkvæmdir eiga að þjóna samfélagin okkar. Þetta virðist vera borið uppi af peningaöflum, ekki samfélagsöflum sem eru fyrst og fremst að hugsa samfélagið okkar og sjálfbæra þróun til lengri tíma. Og það mjög þungt að sjá umhverfisráðherra sem staddur á sama stað og viðskiptaráð og orkufyrirtækin og samtök iðnaðarins. Hann orðinn eins og málsvari þeirra. Þegar Steingrímur Hermannsson og hans ríkisstjórn stofnaði umhverfisráðuneytið á sínu tíma, kringu 1990, þá verið að búa til nýja rödd og nýja vettvang til þess að treysta náttúruvernd á landinu. Fyrir ríkisstjórn og þessi ríkisstjórn hefur staðið í skemmdar starfsemi. Hún búin að eyðileggja þennan vettvang eða spilla honum verulega. Þannig að í mínu hjarta baráttuandi en líka sorg yfir þeirri stöðu sem við erum komin í. Þegar þú segir að þessum vettvangi hafi verið spillt, ertu þá að vísa til þeirra breytingar sem voru gerðar í tíð fyrir ríkisstjórnar þegar að orkumálinu voru færið undir umhverfisráðuneytið? Já, það var skref sem var stigið þá. Þá misstu við einhvern þetta haldreipi að það væri innan ríkisstjórnarinnar einhver sem héldi þess á lofti. Ég hef oft sagt í svona samræðum og heyrt stjórnmálamenn segja í hverri ríkisstjórn eru 2 ráðherrar sem eru mjög erfiðir. Það annars vegar fjármálaráðherra og hins vegar umhverfisráðherra. Þeir eru að passa mikil verðmæti sem skipta miklu máli fyrir þjóðina. Í kringum þá alls konar fólk sem að sækja í sig veðrið og ýmislegt og annað, en þessi 2 menn eru svolítið að passa að ekki fara allt í voða. Og við höfum ennþá fjármálaráðherra, en í dag höfum við raunir engan umhverfisráðherra, því hann genginn í björg, Samorku, viðskiptaráðs og samtaka iðnaðarins. Jón, já, ég sammála þessu? Ég sammála þessari greiningu Tryggva, en mér finnst við, og mér langar og ég held að þessi þáttur hér og framhaldið í vor, sé líka ákveði kannski tilefni fyrir eitthvað svona naflaskoðun hjá okkur í umhverfishreyfingunni og sem okkur til öllum sem þykir vænt náttúruna og þau náttúrulega langt út fyrir raðir fólk sem virt í eitthvað svona hreyfingu. Og þið þekkið þessa línu, hver þjóð fær þá stjórnmálamenn sem hann á skilið. Og mér langar bara að spyrja hvernig þetta gerst. Af hverju eru við komin þá stöðu núna að það engin flokkur á þingi sem kennir sig við umhverfisvernd eða hefur það eitthvað raunverulega á sinni stefnuskrá. Hvernig þetta gerst að þessi ráðuneyti voru sameinuð og ég held eitthvað leyti þurfi við sem erum að vinna í þessa hreyfingu að svona, líka skoða hans bara hvaða hvernig við töpuðum einhverju leyti til þess umræðunum hennar orkuskort og hvernig svo orka sem framleidd hér til hvers hún nýtt og eða töpum, ég vil kannski ekki meina við fórum hallokum tíma en þessu umræða ekki töpuð. Það kannski það sem meira svona einhvers konar herkall, þetta ekki tapað. Nei. Og við þurfum að slá í klárinu og bara skoða hvað getum við gert betur, hvernig náum við betur til fólks. En ertu sammála þeirri greiningu að það hafi orðið einhvers konar vatnaskil var það stóra ástæða sem við töpuðum þegar að orkumálinu voru færið inn í umhverfisráðuneytið? Eða gerðist þetta einhvern tíma fyrr? Eða? Ég held að það hefur verið sannarlega stór áfang í þessu en eitthvað einhver ástæði fyrir því af hverju það gerðist og ég held að það hefur verið bara ákveðið plan og því miður sáum við þann flokk sem kendi sig náttúruvernd eiga stóran þátt í að það plan var innleitt að taka úr sambandi umhverfisþáttinn í ráðuneytinu en við sjáum þetta líka inn í stofnunum eins og núna í mínu málefni sem Íslenski náttúruverndarsjóður beitir sér í gegn sjókveldi á laxi í opnum kvíum og þá það í sama sviði innan Hafrannsóknastofnunar á ferskvatnssviðinu sem á að vera vernd og nýting villta laxins líka eldis það sami skrifstjórastjóri yfir eldinu þar. Þú það séu augljóslega Já, augljóslega passar ekki og svo þetta
margt furðulegt í þessu. Núna til þess eru að glíma við það. Við séð í þessu báratumáli gegn laxeldinu, sjókvíeldinu. Könnun, stóra kannan sem Gallup hafa gert og fleiri fyrirtæki, að mikill meirihluti þjóðarinnar bara á móti þessari starfsemi. Við erum að tala 65% sem neikvæð, kannski 13-14% jákvæð. Og við erum komið með ríkisstjórn núna, að sem stuðningsfólk hennar sko 70% á móti, það verið að tala í flokki fólksins og viðreisnar, 80% í flokki forsæðarar á móti þessari starfsemi, 5% í þessum flokkum sem styðjana, en samt eru komið verstu drög sem við séð að lagarætisfrumvarpi í óra tíma. Og þá spyr maður sig, sko, hvaða gjá í gangi á milli þessar fólk sem við stjórn og þjóðarinnar. Af hverju, og ég var svo barnalegur þegar var kosið nýtt fólkjörn og þing í árslok 2004, að það myndi einhvern veginn endurspegla svona þverskurðin sem við sáum í könnunum, að kæmi inn og þing fólk sem væri 65% móti sjókvíaldi og bara 14% fylgjandi. Nei, við erum bara komin núna með frumvarp og þetta eitthvað sem í hreyfingunum sem líka spyrir, hvað erum við ekki nóg mikið að tala við stjórnmálafólki sem okkar fulltrúar á þinginu, eða hvað í gangi? Mér finnst það vera svona kannski spurning sem við mættum alveg spyrja okkar hér. Rósa Björg, nú ert þú svo eina hérna við borðið sem hefur reynslu af því að sitja á Alþingi og þá væntanlega á sín tíma taka þátt að einhverju leyti í þessum ákvörðunum eins og þessum sem Jón að velta fyrir sér. Já, sko, það var náttúrulega ekki á þeim tíma sem ég satt á þingi, var farið inn í sameiningu á umhverfis- og orkumála málunum inn í undir eitt ráðuneyti. En sko, ég held að það allt rétt sem að þeirra vera að minnast hérna á, sko. Það að segja, við horfum upp á núna eftir síðustu kosningar, þá sjáum við raun og veru að flokkum á Alþingi fækkar og stjórnmálin hafa færst mjög mikið til hægri og umhverfismálin þau eiga bara ekkert upp á pallborði hjá þeim stjórnmálaflokkur sem að núna inn á þingi, allavega ekki neinu mæli, þó að eflaust séu þar líka alveg fólk sem að auðvitað inn á þingi sem að í öðrum flokkum kannski sem að næstu teljandi og fingrum annar handar. Mér finnst líka kannski, ég veit ekki alveg sko, þetta endurspeglar líka ákveð bakslag í umhverfismálunum, bara almennt. Við sjáum til dæmis núna fyrir sveitarstjórnarkosningarnar, þá mjög mikið verið að tala um réttin til að keyra og fá bílastæðin og þetta mjög hávært allt saman á meðan kannski þessi umræða og áherslur almenningssamgöngur og umhverfisvæna fararkosti og svo framvegis, hún einhvern veginn hefur svolítið svona færst til hliðar. Þannig að ég velti líka fyrir mér sko, hvort að stjórnmálin endurspegli eitthvað bakslag eða sko, hvað eggið og hænan líka í þessu. Við sjáum líka oft, sko, þannig það líka í stjórnmálum og í bara samfélagslegum ákvörðunum að ef við stöndum frammi fyrir svona svona afarkostum eða einföldum kostum, þá voða þekkjum við þessa byggðapólitík á Íslandi. Að ef það eru fáir kostir, að þá nú ok, hoppum bara á þetta sem ávist að gefa okkur mikið atvinnu, á að gefa okkur atvinnu og mikið af fjármunum inn í hérað og svo framvegis. Og þetta, þú veist, ef við erum ekki með fjölbreytta kosti fyrir íbúa þessa lands, þar að segja byggða á hugviti og þekkingu eða á sjálfbæri ferðaþjónustu eða guðma vita hvað, þá voða auðvelt fyrir fólk að segja, heyrðu, ok, ef að þetta það eina sem í boði, ef þá ekki að þykja það, ef þá ekki að berjast á hæla og hnakka fyrir því, af því að þetta væri eitthvað sem myndi bjarga byggðalaginu og þetta kannski vandi svona byggðapólitíkurina sem við höfum setið svolítið uppi með á Íslandi í allt og langan tíma. Það að segja, það verið að sko laxeldi kannski orðið eitthvað svona gulrót fyrir ákveðin byggðarlög til þess að lifa af, að þetta sé að eina sem í boði og fólk sko hoppi svolítið á það og verji það með kjaft og klóm, kannski vera vitandi að þetta sé kannski ekki alveg að besta fyrir héraðið, en samt kannski eina sem í augsýn. Og það finnst mér vont og það ekki gott að það sé líka í raun og veru að fólki sko sé boðið upp á svoleiðis valkosti. Skiljið hvað að fara. Þetta ekkert valkostir sem eru sannir, sko. Þetta bara myndin þetta bara mynd sem teiknuð upp. Sem lobbystar stórfyrirtækjanna kjósa teikna upp. Akkurat. En þegar ég að tala um þetta, þá ég líka svolítið að vísa í kannski
Ég rakst á grein í morgun á Vísi eftir oddvita Viðreisnar í Vesturbyggð sko, sem að tala það að þetta sé í raun og veru eina leiðin sko, og þetta sé árás á Vestfirði að vera andsnúin sjókvíaeldi. Já, og mér finnst þetta er dapurlegt að horfa upp á þetta í raun og veru, vegna þess að þannig í raun og veru það er verið að kljúfa okkur, það er einhvert með á móti, skiljið, það er alltaf verið að búa til einhverja fylkingar og þetta eru erfitt fyrir smerri byggðarlög og í raun og veru þarf einhvern veginn að sætta þessi sjónarmið og það þarf líka að koma einhvern veginn á grundvelli náttúrunnar og umhverfisverndar. En ef við höldum áfram að með þennan þráð sem að spurði sig sko, hvað fór úrskeiðis? Já. Því hefur verið haldið fram hér að það hafi orðið stóra tapið fyrir málstað náttúrunnar hafi verið þegar orkumálum voru sameinuð umhverfismálum í ráðuneytinu. Finnst þér það vera rétt? Að hafi farið að halla verulega undan? Ég held að það sé ekki eina ástæðan, en það var vissulega eitthvað sem að ég held að hafi alls ekki verið rétt ákvörðun. Vegna þess að það er með því að gera, og það eru til dæmi frá Svíþjóð þar sem þetta var gert og þessi var snúið tilbaka. Vegna þess að þetta einfallega þetta samrýmist ekki undir sama ráðuneyti. Það er mjög erfitt að samrýma bæði orkumál og umhverfisvernd. Finnst þér það rétt mat? Þannig að það er ekki, þetta er kannski já, ég held að þetta hafi ekki verið góð ákvörðun og ég held að hún sé að sýna sig líka. Það er einhverjum sem sögðu, heyrðu, ok, látum ára eina, við getum kannski sé hvernig það virkar, en ég held að þetta sé hafi ekki verið góð ákvörðun og ég held að við þurfum að snúa henni við og ég held að það sé alveg hægt. En heldur þessi sanngjarnt mat að segja, að líta í baksins speilin og segja að þarna hafi eini flokkurinn sem kendi sig, hafi náttúruvernd í rauninni á stefnuskrásinni allir sínu pólitísku innlegn í þetta? Nei, ég held að nú pólitíska innlegnin hafa nú líka spreiðast svolítið líka annað sko. Í annað? Já. En en þar kannski líka kemur inn samstarfið flokk sem að var alls ekki á neinni umhverfisverndar línu sko. Þannig að það er alltaf þetta, þú veist, hvernig hægt er að berjast fyrir og hverju og svo framvegis og samninga verið að milli flokka inn í þriggja stjórn, sko. En ég held að þar hafi farið, allavega á seinna kjörtímabilinu svona umhverfismálin hafi þau farið halloka undir lokin, allavega. Já, þannig að þetta sé raun og veru bara endurspegli það. Er það þá nokkuð of gróf túlkun að segja að þau hafi verið látin í skiptum fyrir áframhaldandi stjórnarsetu? Að það hafi í rauninni sko, við heyrðum oft slagorðið í tíð fyrir ríkisstjórnarum að það skipti máli hverju stjórna og grunnhugmyndin út á við virtist vera svo að þessi ríkisstjórn sem næði yfir allt pólitíska litrófið, það skiptir svo miklu máli að hafa þessa víðu skírskotun að þetta hafi í rauninni kostað hana samt lífið að lokum. Já, ég held að þetta hafi kannski ekki alveg verið það mál sko, sem hafi kostað að lokum. Það getur alveg, það má segja hvort að hvalveiðar hafi verið málið eða eitthvað annað sko. En ég held líka bara ef við aðeins bara, þú veist, horfum aðeins yfir sko, þá sjáum við líka eins og í núverandi ríkisstjórn, það er verið að höggva ansi nærri gegn sko rammaáætluninni og það er verið að einfalda regluverk sem við vitum alveg hvað þýðir sko, þegar við erum að horfa á umhverfismálin. Það er verið að boða það af hálfu umhverfisráðherra að hér verði að einfalda allt regluverk inni í umhverfismálunum og hvað þýðir það nákvæmlega. Eða það verði að í raun og veru að hjóla lóðbeint inn í rammaáætlun sem tók mörg ára að koma sér saman sem einhvers konar stýritæki sem að gæti svona sameina þessi sjónarmið sem að eru oft andstæðis þegar kemur að virkjanamálunum. Þannig að það er líka eitt. Við erum að sjá sjókvíaeldið, við erum að sjá þar vera núna að koma fram þetta frumvarp sem er mjög slæmt. Við erum líka að sjá umhverfis- og orkumálaráðherra sem að núna bara 4. febrúar skrifar og lætur hafa eftir sér að hann sjái fyrir sér að framtíð Íslands sé best borgið með því að útvega hér og búa til vel launuð störf í verksmiðjum. Með fullri virðingu fyrir fólki sem að starfa í verksmiðjum, þá er þetta ekki svo kannski framtíðarsýn sem að maður vill sjá. Hann talar gagnaver, hann talar lagareldið. Þannig að þetta allt eru svona málaflokkar sem maður hefði, sko maður eiginlega sípu kveljur yfir því hversu mikil fortíðar pólitík þetta er.
vegna þess að við stöndum frammi fyrir risastórum áskorunum í umhverfismálunum og það enginn að tala þau núna í íslenskri pólitík. Þau eru ekki á dagskrá. Þannig að það þarf að setja þetta á dagskrá og þar kemur náttúrulega umhverfis hreyfingin til. En hvernig gerum við það því að í rauninni eru þið að lýsa stjórnvöldum sem að reka stefnu sem að gengur þvert gegn því sem að fólk raunverulega vill. Ef það hægt að vitna í kannanir svo dæmis í tekið sem að sína andstöðu almennings við sjókvíaeldi en gerðir stjórnvalda fara í rauninni gegn því. Hvernig er hægt að hjálpa stjórnvöldum að rétta þennan kompás? Má ég aðeins koma inn á áðurum fyrir þangað, inn á þetta sem þú segir að það sé ákveðin fortíðarhyggja í orðræðu ríkisstjórnarinn og sérstaklega orkumálaráðherra. Ég held að sé mikið til í þessu. Ég líti á að þetta sé ákveðin vantrú á Íslendingum. Einmitt. Hann trúir því ekki að þessi þjóð eins og margar nágranna þjóðir geti bara klára sig ágætlega með alla þá orku sem það hefur í dag, alla þá góðu skóla, alla þá góðan samfélagsstruktúr, geti ekki klára sig og haldið áfram að viðhalda þokkalega góðu samfélagi með góðu lífi fyrir flest fólk í landinu og einhverja falli fyrir þá sem að náði ekki. Mér finnst að hans trú beinist að því að hér verði bara ömurleiki ef að við fáum ekki að halda áfram að ganga á náttúru landsins, spóla hana upp, eyðileggja hálendið, setja þetta í rör og búa til rafmagn fyrir stóriðju sem býr til að fá störf. Og af hverju er þetta rafmagn eftirsótt? Það er eftirsótt vegna þess að það er ódýrt. Fyrirtæki sem koma til Íslands, þau koma ekki vegna þess að þau teki Íslands svo fallegt. Þau koma ekki til Íslands vegna að Íslendingar séu skemmtilegir. Þau koma til Íslands vegna þess að orkan er ódýr. Og hvað segja stofnanir eins og OECD og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn? Þeir segja við okkur, þeir eru vissulega að selja ódýr orku, en þeir hafa bara glemt einu sem er grundvallaratriði hagfræði. Þeir glemtu að setja vermið á öllu spjöll sem að þessi orku notkun eða orku nýting veldur. Þeir gleyma grundvallaratriðum í hagfræði. Svo gleymir ríkisstjórnin því að þegar við skoðum íslenskt hagkerfi, þá hryggjast ekki í íslensku hagkerfi, það er ekki fáeina stóriður eða eitthvað svoleiðist. Vissulega skipta það líka máli fyrir hagkerfið. Það eru lítil og miðlungs fyrirtæki sem hafa vaxið upp vegna þess að þar var fólk með þekkingu, hafði aðgang á einhverju fjármagni, hafði hug og þor til að byggja upp fyrirtæki. Og auðvitað mun þetta halda áfram þó sem við hættum að eyðileggja náttúru landsins. Þetta fólk er til í landinu. Það sem að þessar stórframkvæmdir gera, það spilla fyrir þeim sem hafa þetta hug og þessa getu vegna þess að þetta soga til síns fjármagn, þetta skapar þenslu. Þannig að ég held að þessi stefna sem orkumálaráðherra lýsir, hún er bara alveg galin. Hún bara lýsir því að hann hefur ekki trú á Íslendingum. Hann vil bara ganga á náttúru landsins og spillinu til þess að komast áfram. En við erum menntuð þjóð. Þetta var allt öðruvísi hérna í kringum 1920. Þá sóttu við í orkuna til þess að lýsa upp heimili okkar og fengum pening til að kaupa vaðstífil og bættum lífskjörun og þetta hélt áfram lengi á þessum hætti. Ný orkufyrirtæki virkilega bættu lífskjör landsmanna og þetta gerist líka með Búrfellsvirkjun. En síðan þá hafa frekari orkuöflun hún hefur haft miklu minni áhrif á lífskjörun okkar og sá jaðar ávinningur sem stafar að nýjum orkufyrirtækjum. Hann er sífellt fallandi og hann er jafnvel orðinn neikvæður ef við tökum ekki til þessi skada sem að þetta veldur á náttúru landsins. Ég skil ekki hvaða menntaðir hagfræðingar eru umhverfis þessa ríkisstjórn. Hvernig þeir hugsa. Ég hef lesið sumt að því sem ég skrifa og þeir myndi ekki standast grundvallapróf í hagfræði þess sem þeir að skrifa. Þetta er bara fáránlegt. Þessi ríkisstjórn, hún er umkringd að einhverjum hagfræðingur sem ekki hafa lesið hagfræði almennilega, allavega frá mínu sjónarhorni. Hérna, fyrst vil ég bara fara til bókar og tengja það. Ég held að skortur á alvöru umhverfisvernd hafi verið náðarhöggi fyrir Vinstri græn og ég held að þau muni ekki eiga aftur. Sorry, Rósa, þetta er ekki afturkvæmt. Þetta voru svo óbásleg svik í mínum huga. Og
þessi punktum með hagfræðina, ég á ýmsa vini sem eru meintir hægra menn sem ég segi stundum þegar við erum að tala um orkuskort og akkur að virkja meira. Ég segir félagar, tökum aðeins bara hagfræðilegu nálguna á náttúruverndina. Hvaða vara er mest eftirsótt? Það er eitthvað sem fæst ekki lengur að takmarka framboð af. Og hvað er ekki hægt að framleiða lengur í heiminum, og það er ósnortin náttúra, óspillt náttúra sem þýðir bara við sitjum á gríðarlegu verðmætum sem eru bara hægt að setja beinlínis vermið á og ég veit þetta alveg, þetta triggar oft fólk sem segir bara vendum náttúruna vegna. En það fólk allt með okkur í lið og það er kannski hluta þessari randi minni áðan hvað við þurfum að kíkja þess inn á við hreyfingin að við þurfum að passa okkur á einhver leyti held ég að þessi umræða hafi offest inn í samtali annars vegar við samherja og hins vegar við andstæðinga. Og þá er að tala ef við getum, ég stundum vitna í mjög skemmtilega grafíska framsetningu á sem heitir Spectrum of Alliance. Þá sjáum við fyrir okkur svona halva köku sem skipt í 5 sneiðar. Lengst til vinstri eru samherjarnir sem þú getur hringt í miðnætti og sagt, kemstu klukkan 8 fyrir að hjálpa mér. Þeir bara mæta. Hinum megin eru andstæðingarnir, algjör andstæðingar sem þú myndi geta hagga. Þessi umhverfis barátta hefur á löngum stundum og mikið beinst inn í þessa hópa en við eigum að vera að tala við hina sneiðarnir í þessari köku. Við erum að reyna að hnika þeim í átt að okkar málstað. Gera þá sem eru svona sæmlega svag fyrir náttúruverndinni að þessum samverðum sem getur hringt í miðnætti. Færa hina nær okkar sjónarmiði. Við munum ekki hagga þessum sem eru yst hinum megin og hinn eru nú þegar með okkur í liði. Þetta held ég sér hafi gerst í náttúruverndar baráttu umræðu á síðustu árum og mikið að tala til þeirra sem nú þegar eru á okkar bandi og þykir pínu óhreint að tala um náttúruna sem ég verði mjög ánægð með tryggja að fara yfir þetta á hagfræðilegan hátt að þetta eru við stundum fær maður fólk til aðeins ef maður snýr upp á sjónarhornið til að sjá hlutina með nýjum hætti og þetta bara framleiðsluvara sem hætti að framleiða verðmætari íslensk náttúra. Og þetta á líka snúast umræðan orkusölu orkuframleiðslu landsins. Það er til hugtak sem heitir Return of Investment og það er nú þegar búið að fjárfesta gríðarlega í orku innviðum landsins, framleiðslunni og auðvitað Landsvirkjun núna að bara horfa mest á það hvernig fáum við mest út úr þessum framleiðslutækjum okkar. Ekki halda áforma að framleiða ódýra orku. Tala með þessum hætti inn til viðskiptaráðs, fá aðeins til að hugsa á annan hátt heldur en að gamla aðferðin, gamaldags hugsunin sem var verið að lýsa áðan, að hún ekkert svarið á okkar tímum. Er þetta samskonar, þetta afturhvarf sem þið eruð að lýsa sem einkennir stefnu núverandi ríkisstjórnar í umhverfismálum, er þetta bara gerum Ísland stórkostlegt á ný einhvað? Erum við að horfa, er þetta saman nostalgíska viðhorfið og virðist ráða afturhaldsöflunum til á hægri vangnum? Mér finnst það að vera svolítið daður við þess áttar pólitík. Það er að segja svona sleggjupólitík. Já. Við erum með sleggjuna og stóru sleggjuna og þá bara, þú veist. En ég held líka bara ef við horfum aðeins við erum að lýsa einhverju ákveðni ríkjandi pólitík þar sem er að boða mjög gamaldags hugsanhátt í raun og veru og afturhvarf til fortíðar og verksmiðjustörf og það er raun og veru ekkert að vera að eins og Tryggvi var að lýsa það er ekki verið að búa byggja neina trú á komandi kynslóðir á þú veist að það hugvit og þá þekkingu og vísindi sem við erum að búum yfir þvert á móti en mér langar líka svolítið að færa líka umræðuna að því við erum að færa umræðuna orkumálin sem hafa náttúrulega verið mikið bitbein í umhverfisverndar baráttunni síðustu áratugina. Já. Og verður það áfram.
En það líka önnur atvinnugrein sem orðin stærsta útflutningsatvinnugrein þjóðarinnar og það ferðaþjónustan. Yep. Og þar erum við líka að sjá geigvænlegan ágang á náttúruna. Já. Og það raun og verið að mjólka hér náttúruna til þess að þjóna ferðaþjónustunni. Það massatúrismi, það skemmtiferðaskip og það hafnastjórar sem garga sig hásan því að það sé búið að hækka hérna hafnagjöldinu 500 krónur. Hingað koma, fyrirgefi, ég verð bara að lýsa þessu, hingað koma risastór skip sem skilja ekkert eftir sig nema skólp í höfnum þessa lands. Ferðamenninir borða ekki á veitingastöðunum í bæjanum, þeir gista ekki á hótelunum sem þar, þeir taka rúturinn okkur að staði, skilja eftir úrgang þar og svo fara tilbaka. Og ég velti líka fyrir mér, vegna þess að mér hefur fundist þetta sem fyrirverandi fjallaleiðsögumanni og landverði líka, að mér finnst þetta vera eiginlega risastórt áhyggjuefni. Að í hvers skipti sem einhver kemur fram og segir, fyrirgefið, eigum ekki aðeins að pása hérna, 2,5 milljón manna sem koma hinga á hverju einasta ári, með öllum þeim þunga og alla þá innviði sem við búum yfir. Vegi landsins, heilsugæslan, heilbrigðiskerfið, allt þetta undir, sko. Og við erum að fá hinga líka inn fólk til þess að starfa við ferðaþjónustuna, þannig að það engin sjálfbærni. Fyrir utan, umhverfisendur áhrifin, þá líka þessi risa stóru ákveð sem eru samfélagslega áhrif. Og hvernig viltu koma böndum á ferðaþjónustuna? Ég vil bara koma böndum á hana. Ég vil bara við þorum að hafa hugrekki, dirfsku og þor til að segja, við erum hér með þjóðgarða sem við þurfum að hafa einhvers konar stýrikerfi inn á. Við þurfum að hafa einhvers konar stjórn á því hvernig umgengnum okkar þjóðgarða og þau friðu landsvæði sem við búum yfir. Við erum með Miðhálandi sem stærsta óspillta víðerni í Evrópu. Við erum með, að því þú varst að tala það sem við búum yfir og það sem aðdráttar afl okkar náttúrulega okkar ósnerta náttúra. Og það eitthvað sem við þurfum að varðveita og það það sem við þurfum að passa upp á. Og ég held að þó að umhverfisverndarhreyfingin hafi kannski bognað eða fundist hún ekki alveg eiga hljómgrunn eða ekki komist áfram með þessi nýturustu mál eða hvernig sem það að þá náttúrulega samt sem áður umhverfisvernd svo djúpstæð í okkar menningu í raun og veru, þrátturinn áganga því það fullt alls konar fólki sem bara til í að vera með í þeirri baráttu þó að láta ekkert hátt í sér heyra. Það miðjan á kökunni sem Jón var að tala Já, ég meina þú veist, það þögli meirihlutin það eru þessi 65% sem eru á móti sjókvíaeldi, svo dæmis í tekið. En eru þá stjórnvöld að gleyma þessu fólki? Og ganga fram hjá skoðanum? Já, það getur verið að þetta sé einhvers konar gamaldags hagfræði eða gamaldags pólitík sem við erum að lýsa hér, sem þessi stóriðju stjórnmál. Ég held að þessi stáldi prófsteinn á stjórnvöld núna en ekki síður á okkur í samfélaginu. Ef þessi drög hennar Hönnu-Katrínar verða lögum lítið breytt, þá eitthvað meira áttar bogið í okkar kerfi, Ég hef upplifað það dálítið að nú hef staðið svolítið lengi þessari baráttu gegn sjókvíunum. Einhvern veginn kerfið bara einhvers konar færiband. Það bara mallar áfram. Og nú langar maður að fara yfir tildrög þessara draga núna að sjókveldi. Því þessi vinna sett af stað mann sem metnað fullum hætti af hálfu Svandísar Svavarsdóttur í haustið 2023. Þessu muni það var stór sleppislis, það var gríðaleg lúsa martröð sama haust, óbúslega dýravelferðar, harmleikur þar. Svandís kemur fram og hennar þá skrifstofustjóri í ráðuneytinu og segja, við ætlum að taka þetta á þessu. Fyrirtækin munu missa beinlínis framleiðsluleyfi í hlutfalli við þann fisk sem sleppur. Ef þau eru of mikla lús, það munu missa leyfi. Nema hvað Svandís fyrir síðan í þar að hverfa frá vegna veikinda. Katrín Jakobsdóttir kemur inn í ráðuneytið tíma, reisir hann af gegnum báðum embættum og Bjarkey Olsen fær það hlutverk á föstudegi að verða ráðherra þegar Katrín Jakobsdóttir fer í forsætisframboð. Bjarkey Olsen leggur mál fram á þriðjudegi, veit ekkert það. En ég spyr hver bar pólitísku ábyrgð á þessu frumvarpi, hver þessara þriggja ráðherra.
Svo kemur, þetta frumvarp, næri ekki að ganga það, gríðarlega hörð baráttu gegn því og stöðvaði í nefnd í júní 2024. Bjarki Olsen segir þetta var ekki lagt fram aftur haustið. Svo muni hvað gerist þarna í 2023 fyrir ekki, svo gerist, 2024, svo gerist þarna haustið að allt fyrir háa loft, vinstri grænir hlaupa út og Bjarni Benediktsson verður sjávarútvegsráðherra, atvinnuvegaráðherra, hvað ráðuneytið hét þá, hann búið að skipta svo örtum heita sem var aðeins og reglulegar, Og núna Hanna Katrín ráðherra. Samt, 5 ráðherrar seti í þessu ráðuneyti á þeim tíma sem þetta frumvarp hefur verið í smíðum lagt fram og þessi drög núna í grunninn bara sama frumvarp nema búið að skafa það enn frekar niður frá 24 útgáfunni. Og þá spyrir mér, hver ber pólitíska ábyrgð á þessu? Það laxahluturinn inni, öll hugsunin og svona smittsafnarsvæði og annað. Rauði þráðurinn hins vegar að skrifstofstjóri í þessa málaflokks fyrrverandi framkvæmdastjóri SFS. Hann kallar inn lögmann sem var við topp tekjulista ár eftir ár í lögmanna. Hann ráðinn inn í ráðuneytið beinlínis til að vinna að þessu máli. Og nú ætla ég ekki að ætla þessum mönnum neitt illt, nema ég eftir þetta hafa rúllað í gegnum þessa samráðsvinnu, meintu inn á ráðuneytis í fyrsta veturinn, þá bara fullir ég það að sé ekki gott fyrir almenning að ráða til starfa menn sem hafa fyrst og fremst verið í því hlutverki að sækja fyrir hönd einkaaðilaga á almenning eða hið opinbera í hagsmunagæslu. Ég held að þeir eru markaðir í sínu störfum að gæta þess að einkareksturinn fái að leika lausum hala gagnvart afskiptum ríkisins, að löggjöfum sem kemur frá þeim ber bara þess merki að það ekki sjónarmið almennings og annara verðmætar heldur þröngra hagsmuna fyrirtækjana endi þeirri löggjöf og við erum bara í þeirri stöðu núna, við erum slíka löggjöf sem held ég bara verði mikið vandræðamál fyrir þessa ríkisstjórn. En ertu þá að segja að hagsmunaaðilar, það að segja að málsvarar þessa iðnaðar, hafi í rauninni náð algjöru haustaki á meðferð þessa máls og þetta frumvarp sé fyrst og fremst þeirra frumvarp? Já. Hvar eiga náttúruverndamenn að koma sínum athugasemdum á framfæri? Við fórum í ég ætla ekki að hafa alveg orðið, en við fórum í góðri trú inn í samráð frá okkar hópum, Landssamband veiðifélaga sem fulltrúar landeiga með laxveiðiár og verndarsamtök villtra laxastofna, NSF, inn í ráðuneytið. Við setjumst það niður og svo bara sáum við veturinn 23-24 í hverju umferð frumvarpið veikjast. Og eitt svona bara lítið dæmi að það var lagt upp með það að ef þau myndu missa sér fisk, þau myndu missa hlutfallslega frá sér framleiðsluleyfi. Svo við sáum, þetta áðundir lagt fram til samráðs, við sáum bara þessi drög. Svo við vorum bara reiknum út og svo heyrðu, þau geta mist fisk 12 ári röð í sama magni og í haust áður að missa leyfin. Og við fórum að spyrja, hvað í gangi hér? Það ekki eitthvað að laga þetta. Í næstu umferð þá bara taka þetta út. Þá bara setja sektir. Ekki neitt að missa leyfi. Átt að vera sekt á hvert fisk. Nema hvað í þriðju umferð, þá var komið þak á sektarákvæðin. Þannig að raun og veru gátu aldrei verið að sagt þessi fyrirtæki meir en 500 milljónir. Þannig að það komið magnafsláttur á fjölda fiska. Og í loka umferðinni þegar þetta stoppaði, þá skilst mér að það hefði verið rifrildi inn í nefndinni, athuganefndinni að þessar sektir varu háar. Þannig að það fór úr því að missa leyfi yfir rifrildi upphæð sekta sem var komið samt magnafsláttur á. Þetta var staðan í þessu meinta samráðsferli. Og það engin fulltrúi náttúrunnar við borðið þegar þessar umræður fara fram. Hvergi. Ekki nema þá í umsagnaferli og svo inn í þingi og svo framvegis. Mér langar aðeins að segja að því að ég vil líka alveg hrósa náttúruverndar sem hafa staðið vaktina, Jón og félagar hafa staðið vaktina og verið óþreytandi við það. Við höfum verið að sjá líka íbúa Seyðisfjarðar standa vaktina og þau sem eru þar líka að standa í þeirri baráttu þar. Ég vil líka nefna hér
að því að ég nefnilega hef trú á því að Vinstri græn nefnilega séu ekki alveg dauð, ólíkt Jóni, og við sjáum það líka að VG í Múlaþingi hefur verið að leggja fram ályktanir þar sem við mótmála þessu. Já. Og VG á Akureyri líka sem eru að mótmála því að það verði farið í einhvers konar sjókvíaeldi inn í Eyjafirði. Þannig að það er allavega eitthvað líf með VG sem er að mótmála einmitt hversu langt þetta frumvarp hefur verið að fara. Ég vona innilega þessi spá minn sé röng og svo ekki miskila mig, vona innilega. Hún er röng, ég held með ykkur í. En ég ætla líka bara að segja, mér finnst, aðeins til að bæta við það sem Jón er að segja, mér finnst þetta að því hann er að tala um hagsmunaárekstrar inn í ráðuneytinu. Og það er þegar þú zoomir þetta svona upp að þá er það náttúrulega svolítið svakalegt. En síðan kemur, það sem ég finnst líka búið að vera alvarlegt er hversu, ef ég leyfi mér að slétta mikill böngar stjórnvöldin eru komin í utanumda mál. Að þegar kemur umsögn frá Patagóníu að þá fara allir í, þá er allt brjálað. Já, þá er umsögnir frá útlöndum. Í röðum stjórnarliða og ráðherra málaflokksins. Og það er gripið til orðfæri sem að mér finnst ekki alveg sæmandi, vegna þess að það er orðfæri sem við eigum aðeins að fara sparlega með, þegar vegið er að þjóðaröryggi og svo framvegis þá eigum við aðeins að fara bara sparlega með þau hugtök. Og Patagónia er ekki, er náttúrulega við þekkjum það, hvers konar fyrirtæki það er. Og það hefur ekki verið, þessi orðræða hefur ekki verið notuð þegar að aðra aðila, fjársterka aðila erlenda er að ræða þegar kemur að sjókvíaeldi í kringum strendur Íslands. Og ég aðeins kom inn í þessa umræðu, núna er ég búin að aðeins að halda mig til hljés. Ég búin bara að segja fyrst Patagónia að stofnandi þess fyrirtækis hefur komið til Íslands og kynnt sér aðstæður og þekkir þetta og hann átt að segja á því hvað þetta er mikilvægt og hann rekur fyrirtæki sem hefur mjög skýra náttúruverndarstefnu og við búum í heimi þar sem að við skiptum okkur að hvernig menn gera, hvort sem er á Grænlandi eða Noregi og annað, við erum bara í heimsamfélagi, þannig að ég fagna því og fannst þessi orðræða alveg ótrúlega, sérstaklega konu sem ég hafði svona talsvægt mikið álita á allavega lengi vel. En það sem við sjáum held ég hef svolítið verið að hugsa þetta þegar menn koma í ríkisstjórn þá verða þeir umkringdir af fólki sem hefur mikla peninga og mikil völd, öflug hagsmunasamtök. Og þetta er einhvers konar Epstein áhrif. Þau svona verða hluta þessarum valda mönnum og samfélagi. Þau ganga svolítið upp í því, verið þessum fína félagskap. Og akkur leyfir mér að segja þetta er svolítið kannski gróft, myndi einhver segja. Ég skal nefna sem dæmi. Ég er í stjórn félag sem við starfaði í mörg ár sem heitir Vinir Þjórsárvera. Við erum síðan í bráðum heilt ár búin að óska eftir fundi með umhverfisráðherra til að fara yfir Þjórsárver og málið allt í kringum það. Við höfum heyrt frá aðstoðarmann og eitthvað svona, en hann hefur ennþá ekki haft tíma til þess að tala við okkur. En það eru við kannski ekki á sama status og höfum ekki sömu fjárráð eins og Samorka eða Landsvirkjun eða Samtök iðnaðarins eða Viðskiptaráð. Ég hefði gaman að því að fá yfirlit yfir hversu marga fundi og í sumum löndum gæti ég fengið það. Meintur umhverfisráðherra, starfandi orkumálaráðherra hefur haft með öðrum samtökum en náttúruverndarsamtökum. Ég veit hann hefur hitt átt fundi með fullorðna landverndar og svo framvegis og það er bara sérstaklega ljúft og gott að tala við umhverfisráðherra. Hann er ljúflingur í samskiptum og með vit í kollinum. En hann hefur, eins og ég sagði á hann hefur gengið í björg, hann hefur gengið í svona Epsteins björg. Hann er orðinn hluti af þessu apparati sem eru hagsmunasamtök. Og ég veit að þetta er gróft að segja þetta, en þannig blasir þetta við mér. Maðurinn er hættur að sinna þjóðinni. Hann er fann að sinna einhverjum sérhagsmunum. En hvaða erindi eiga Vinir Þjórsárvera við umhverfisráðherra? Segðu okkur aðeins frá því. Við teljum að þeir sem eru að höndla með náttúru landsins, þeir þurfi að vita svolítið
helstu djásn landsins. Ef þeir hafa ekki komið þangað, þá þurfum þeir að kynna sér með öðrum hætti. Við höfum boðið sjálfsagt taka hann inn í Þjórsárver, við höfum boðið það. Þeir þurfa að kynna sér náttúru landsins og þekkjana. En ekki Þjórsárver kyrfilega friðuð? Stafar einhver sérstök hætta af þeim? Það sem að stendur upp á þennan ráðherra er að hann hefur boðað það að hann ætlar í 4. sinn að taka Kjalölduveitu og senda hana tilbaka inn í rammaáætlun. Ekki 1. sinn, það er búið að skoða hana 3 svar í 4. sinn. Og hvers vegna ætlar hann að gera það? Vegna þess að hann hefur gengið í björg hjá þeim fyrirtækjum sem vilja nýta þetta vatn. Og þannig eru þeir að opna og spilla andurinn á Þjórsárverum og það eru málefnaleg rök fyrir því að gagnvart náttúruvernd er þetta óskynsamlegt og við erum með einhvern verðmætasta svæði hálendisins og það er búið að meta þetta í 3 gang af okkar færasta fólki en hann alltaf samt að opna málið enn einu sinni, hann er búin að boða það. Hann á eftir að leggja það fyrir Alþingi en hann er búin að boða það, hann ætla að gera það. Og þess vegna töldu við eðlilegt að hann talaði við fólkið sem hefði oftast farið inn í Þjórsárver. Ég hef farið með fólk inn í Þjórsárver 20 sinnum. Ég er búin að vaða hverja einustu sprænu þar, ég er búin að sofa undir Hjartarfelli, ég er búin að ganga á Arnarfelli mikla sem sungir í Sprengjusandi, margsinnis með fólk. Og það allir sem koma þangað þeir átta sig á því að þetta er einhvern mesta djásn í náttúru Íslands. Auðvitað eru þau fleiri og þetta er persónulegt mat. En ráðherra, hann hefur ekki haft tíma til að tala við samtökin sem að þekkja þetta svæði best. En hann hefur tíma til að tala við Landsvirkjun sem vil spilla þessu svæði. Má ég með langar varpa spurningu til ykkar allar og kannski byrja á þér, Páll. Ég talaði náðunum return of investment, að Landsvirkjun fái meira fyrir þær fjárfestingar sem hafa verið lagðar í orkuframleiðslu í staðinn verið að framleiða bara meira orkunni. Rétt eins og það er ekkert kappsmál hjá Apple að framleiða lækka verðið á Apple símum. Þetta er eftirsótt vara og þau vilja bara fá sem mest fyrir hvern síma sem þeir framleiða. Og þannig að hvað finnst ykkur það til dæmis að þá hugmynd að þegar núna eru sölusamninga við Straumsvík að renna út 2035 cirka, að það í staðinn fyrir að halda áfram þar með álframleiðslu yrði skálarnir fylltir af serverum og það er reist gagnaverðar og jafnvel fleiri gagnaver fært úr orkufregum innaði, mengandi eitthvað liti og orkan seld fyrir herraverð sem sannarlega stendur til boða á þeim markaði. Er það, hvernig lítið þið og Páll, við byrjum á þér á slíka svona viðskiptuna nálgun er Landsvirkjun sem herðum. Nú ætlum við bara, við viljum minnka útblástur, við viljum selja svo orku, mögulega eins og með kísilverið á Bakka sem náttúrulega bara eitt og sér myndi hafa aukið losun Íslands 7-8% ef það hefði komið í fulla notkun. Við viljum bara slaufa því, við viljum bara þess að gagnaverðar. Og selja orkuna og fá meiri tekjur til eiganda fyrirtækisins. Það er í sjálf sér erfitt að vera á móti því að skipta notkun á orkunni og selja hana á hærra verði til iðnaðar sem að mengar ekki eins mikið eins og áliðnaðurinn. Straumsvík hefur svolítið sérstöðu í íslensku þjóðarbúskap vegna þess að þetta er fyrsta stóriðjan og þegar að einu sinni þá snuðraði ég svolítið í aðdragandanum og mér minnist að grein sem mér minnir að það hafi verið Jóhannes Nordal sem skrifaði Frjálsa verslun þarna snemma á þessum áratug að þá stóð valið milli þess að virkja Jökulsá-fjöllum og Þjórsá og ástæðan fyrir því að það var Þjórsá varð fyrir valinu og svo má orðið komast voru þessar ekstra sjómílur sem að hefðu þurft að sigla með álið norður fyrir þannig að það voru hagsmunir auðvitað væntanlegs kaupanda sem að réðu ferðinni. Ég held að það eru núna nokkur ár síðan ég sá einhver gögn það að eigendur álversins í Straumsvík eru búin að afskrifa það niður í 0 í sínum reikningum. Þetta er elsta stóriðja landsins, þetta er í rauninni úrelt starfsemi. Kannski verði einhver þáttaskil þarna þegar að þessi merki áfangi verður að það er verið að skipta forstjóra í Straumsvík.
eigandinn hefur síðasta orðið. Ég myndi fagna því að sjá aðra starfsemi í Straumsvík. Ég held að það myndu margir gera. Vegna þess að ég held að í hugum margra þá eru þessi álver, hvort sem að þau eru á Alcoa í Reyðarfirði eða Straumsvík. Þetta eru svolítið eins og svona risaeðlur. Tryggvi? Ég hef enga skoðun á því hvað að nota rafvirkuna í. Ég finnst bara að það sé eðlilegt að þegar við kafla skil að þá skoði fyrirtæki á okkar Landsvirkjun hvernig fær þjóðin mest not fyrir þessa orku og í hvaðan á að fara, hvort það gagnaver. Mér finnst það nú svona starfsemi sem að ég hef ekki alveg skilið. Sjáum þau spretta upp hér og þar og ég veit ekki hvaða svona hringiðu þau skapa í samfélaginu. En aðalega finnst mér að fyrirtækin eigi að borga eðlilegt verð fyrir orkuna og hluta af verðinu náttúrulega einhvers konar auðlinda og umhverfisgjald. Þau eru að spilla náttúrunni og setja upp það verð sem er eðlilegt og svo geta, ég hlynntur svona frjálsi samkeppni. Ég held að það séu jákvæð öfl í samfélaginu og ef allt í einu kemur í ljós eftir 1-2 ára að það verði svona mikið rafmagn í boði 2035 þá held ég að sé nú tímabært fara að láta fólk vita því og þá koma fram góðar hugmyndir og tilboð og betra að gera það fyrir seinna og seint að gera það þegar verksmiðjan lokar. Það þarf að undirbúa það með góðum fyrirvara og ef að forstjóri Landsvirkjunar að hugsa hag þjóðarinnar þá ætti hann að við vitum að álverið orðið gamalt, það úrelt og bara tilkynna það að frá 35 þá ætlum við að auglýsa þessu orku til sölu, ætlum við að auglýsa hérna í dag og finna kaupendur og það verði í eigendastefnu Landsvirkjunar að bæða fá gott verð en eins að hún fari í starfsemi sem að svona að mati kannski eigenda Landsvirkjunar skapi víðtæk jákvæð áhrif í samfélaginu. Ég heldur reyndar, bara nikki bætaði við, ég heldur reyndar að þetta sé þannig að ég sá ykkur útreikninga að orkan sem fer til Straumsvík ef henni er bara síðan strengt inn í almennu eftirspurn þá eigum við nóg fyrir þessum orkuskiptum sem var náttúrulega stór hluti að þessari áráðusherferðum að þess vegna verður orkuskortur, það ættu ekki nóg fyrir orkuskiptunum sem bara, það var ránt. Já, sko, mér finnst þetta ótrúlega áhugaverð spurning vegna þess að... Gúrkur í Straumsvík? Gúrkur í Straumsvík, það ekki málið? Jú. Nei, vegna þess að ég bæði stóð fyrir sérstaklega umræðu þetta í þinginu á sínum tíma. Ég óskaði eftir stefnu þegar kemur að stóriðju og raforkuframleiðslu. Þegar Rio Tinto gat í raun og veru fyrir 4-5, við alls ekki verða 5 ár síðan að þá, ég meina, þú veist, þetta eins og gamall traktor, sko. Það er engin kaupandi að þessu. Rio Tinto hefur ekki getað selt þetta álver. Það er engin sem vill kaupa þetta. Þannig að við þurfum að fara að taka ákvörðun það hvað við ætlum að gera við þessu orku og hvernig við ætlum að uppfylla leið þá okkar skuldbindinga þegar kemur að losun. Sem fyrirverandi oddviti Vinstri grænna í Suðvestu kjördæmi þá þarf líka að taka tillit til þess að þarna eru 300-400 manns sem eru að vinna við álverið og við afleidd störf í álverinu. Þannig að það er líka eitthvað sem við þurfum að taka tillit til. Mér finnst gagnaver í Straumsvík ekki góð hugmynd. Mér finnst annars vegar að við getum notað þessu orku til þess að dæla þá inn á netið. Þannig að við getum nýtt þá orkuna annars staðar. Við getum notað einhvers konar grænmetisframleiðslu, við getum notað þetta inn í græna, skilurðu, þú veist, já, til þess að búa til græn störf, myndi ég segja. Þannig ég held að séu frekar að virkja þarna hugvitið það hvað við getum gert við þessu orku í staðin fyrir að segja, heyrðu, bara gagnaver. Sko, sem að skapar mjög fá störf fyrir mjög mikla orkuöflun. Straumsvík var svona hluti fyrir heild stíl bara hjá mér í þessari umræðu. Já, nákvæmlega. Við erum nú þegar, sko, álverin taka 67% held ég orkuöflunstofnakar, stóriðan í kringum 80%.
Þannig að það sem núna er hérna í Bakki, þar er að losna heilmikil orka. Þannig að hérna, þetta svona gagnaverið var svona kannski meira svona hugarleikum að selja orkuna sem fær mest fyrir hana. En ég er algjörlega sannfærður það að með því að auglýsa og láta vita af þessari gríðarlegu orku sem er til nú þegar verið að framleiða, að hún sé föl í aðra framleiðsluheldur en á margra áratuga bindingu í stóriðju, að munum við leysa úr læðingi mjög verðmætt störf og þá ég er ekki að tala að fólki sem er nú að vinna í Straumsvík sá fjöldi hann hverfi með lokun álversins. Þvert á móti held ég að skapa fleiri og verðmættari störf með því að veita aðgengi þessar orku. Og ég tek stundum dæmi úr hérna fjarskiptum þegar 3G kom á markaðinn. Það sá ekki fólk endilega fyrir sér að við getum keyrt eftir live kort í símanum eða spilað strengt tónlist live með Spotify. Þarna var bara, opnaðist eitthvað möguleikar og þarna kom skapandi fólk að og bjóð til einhverju lausnir vegna þess að þarna var alltaf komin einhver farvegur fyrir eitthvað sem jafnvel fjarskiptafyrirtækin höfðu ekki hugmyndaflug sjálf til átt að sjá að væri möguleiki. En þarna þurfum við að vera viðbúin vegna þess að þarna getur bara eitt stykki álver horfið og það með störf hjá 300-400 manns og það er eiginlega með ólíkindum að þessi ekki búið að búa til einhvers konar plan það hvað tekur við. Þetta er einhver afneitun í gangi. Það var áræðanlega líka, það mistu margir vinnu að síldin hvarf. Og ég meina og þegar norsku hvalveiðistöðvarnar lokuð á sín tíma. Já, og gervigreindin er að koma og taka líka störf og svo framvís. Svo það sé auðvelt að finna fólk sem heldur því fram að svo búbla sé í þannig eina bresta og við fáum aldrei eina gervigreind og þurfum bara að styðjast við okkar eigið hyggjuvit áfram. Ég veit ekki hvað er hæft í því. En það er auðvelt að finna þær skoðanir í heiminum að við séum í rauninni bara jafnvel fá eina mánuði frá því að þessi fyrirtæki sem er í þessu gerfugreinda kapphlaupi þau falli stórkostlíu verði og detti niður á hnén eins og við höfum séð aðra svona búblur springa. Já, bara aðeins til að ljúka þessu með Straumsvík af því að það er líka svolítið varhugavert að ætla sér að fara og vaða fram og ætla sér að virkja meira eins og verið er að boða og engin veitir nánast í hvað þessi orka á að fara eins og hér var bent á líka þegar við erum að sjá Bakki og Straumsvík er raun og veru eitthvað sem að allavega Straumsvík það fer að koma að því að það muni klárast það tímabil. Þannig að við verðum þá líka að hugsa í hvað eru að fara þá virkja fyrst að þetta er að losna ákveðna stíflur Það er gefin út reglulega orkuspá og hún kom ein núna í byrjun desember svo síðasta og í dag eru það 3 aðilar sem standa að henni, það er Landsnet og umhverfis- og orkustofnun og raföryggis nefnd, heitir það ekki, rafmagnsöryggis eitthvað svoleiðis, já. Það er nýtt og það er gefin út svona í þessari stefnu eru svona 2, það er svona þess að kalla grunnspá og síðan háspá. Og í háspá þá er gert ráð fyrir að raforkuframleiðsla tvöfaldist á 25 árum. Það er að segja við förum úr 20 terawattstundum í 40. Það hefur tekið okkur 100 ár að komast upp í framleiðslu 20. Og nú er spá sem segir að það er að bæta við öðru eins á 25 árum. Á 25 árum? Já. Og þegar mann les svona, þá spyr maður sig, eru menn ruglaðir? Hvað eru við að gera? En þetta er samt betri spá heldur en nefnd sem að hún er raunhæfari heldur en nefnd sem að þáverandi umhverfis- og orkumála gerði. Þeir voru með 116% eða 120% aukningu. Og í viðbröðum frá viðskiptaráði, og ég las þær greinar og skrifaðist á við á. Það meina þegar Guðlaugur Þór var... Já, Guðlaugur Þór, já. Þá kom fram að bara hagsæld á Íslandi væri stemt í vofa
ef ekki væri þetta tvöfaldar rafmagnsframleiðslu á Íslandi. Hjá þjóð sem að býr við meiri rafmagn heldur en nokkur annar ef að litið á fjölda íbúa. Þannig bara, það einhver brenglun. En eitt að menn út í bæ, eins og í viðskiptaráði, sem einhverju rugglustu hagfræðingar sem að ég hef kynst, að þeir sé að leggja þetta fram. En þetta grípa stjórnmálmenn sem við höfum valið og taka þetta sem bara einhvers konar trúabrögð. Þeir trúa ekki á Ísland lengur. Þeir trúa bara það að það þurfa að ráðast á náttúru landsins og búa til meira rafmagn. En í þessari spá sem að þarna háspáni og í spá þeirra þarna Orkustofnunar, þá gert ráð fyrir að því þú komst inn á ferðamennina, þá gert ráð fyrir að þeir færu úr þessum rúmum 2 milljónum ári upp í 4. Upp í 4? Já. Og ég starfa sem leiðsögumaður og kem á marga staði og oftast það yndislegt. En það kemur oftar og oftar fyrir að það bara yfir setið. Það bara stappað. Og auðvitað hægt að skipuleggja betur og dreifa betur og gera ýmislegt. En þetta tvöföldun. Þetta ekki hæg aukning að bæta örlítið við. Og núna á að fara að bæta við bara í Reykjavík 1000 eða 2000 nýjum hótelsplássum, gistingu. Það í plani, sko, það það sem í gangi. Og við erum að fara í þennan. Þannig komið svona önnur svona vaxta kurva líka. Auðvitað má segja sem svo að ef við svona höfum vit á því að skipuleggja og svo framvegis, þá getur verið þetta gangi. Við dreifum þessu betur á árið og svona pössum það að þegar á Þingvöllum til dæmis þá komi ekki 40 rútur frá Hafnarbakkanum í Reykjavík á sama tíma og við erum að koma með 10 ferðamenn í bíl sem eru búin að kaupa sér gistingu, búin að kaupa sér flugfar og leggja mikið til samfélagsins. Svo koma þessar 40 rútur á tiltölulega stuttum tíma, þeir eru nú einhvað að skipuleggja þetta, en ég sé þetta sko. Og þeir eru umverulega að spilla þessar upplifun. Svo kemur álagið á allt kerfið og náttúruna. Sko, við þurfum einhvern veginn að finna hagsældinni einhvern svona almennari farveg. Við getum ekki alltaf haldið áfram að fara í þessar sömu greinar. Við þurfum að hafa trú á landinu okkar og fólkinu okkar að það kom eitthvað annað og nýtt. Og svo spyrir mig hvað annað. Ég hef ekki hugmynd það, sko. Það verður kannski bakari og fleiri snúðar og fleiri góðir sem nutta og láta okkur líða vel. Fleiri kennarar í skóluna. Danir hafa til dæmis ákveðið eða ekki ákveðið, kratarnir í Danmörku hafa búið að þeir minnka, fækka í bekkjólum, áttur að fleiri kennara. Það eru ótal viðfangsefni í okkar samfélagi sem búa til verðmæti. Já, listir og menning. Listir og menning sem Þá kannski kemur þetta þessum punkti sem við talum með fjarskiptin skilur og hafa bandvítana fyrir fleiri. Fyll ekki firðina af sjókveldi, þannig engin annar getur mögulega komið og gert eitthvað þar. Og veist, af hverju erum við ekki komið með hálendisþjóðgarð, þessa aðgangsstýringu. Veist, þar finnst mér við í náttúruverndarhreyfingunum getum litið þessi einn barm og ég held að til dæmis ein leið væri bara að tala um þetta hreinlega eins og þegar var barist fyrir landhelginu og 200 mílónum. Veist, ég veit það alveg svona ákveðin, þetta kannski að ganga á langt í því, en af hverju erum við að hleypa bara inn á hálendi, miðhálendi, sko, rútufyrirtækjum utan með erlendar áhafnir og mat og annað, að pönkast í miðhálendi og án stýringar. Það bara eins og að væri með sko rányrkju á stofnunum okkar í sjónum. Sko. Við erum að ganga á þá auðlind sem það er. Þannig ég held að þurfa að fara að tala með þessum hætti við erum að nýta hana og það er að tala að ætlum að nýta hana þannig að eyðjum ekki náttúruna og hún sé þjóðundi góðs. En það er að ná með einhverjum hætti í gegn að þetta er óskefnsamlegt fyrirkomulega eins og höfum núna á nýtingun og miðhálendinu. Já,
en þetta sem að ríkjandi stjórnvöld tala sem nýsköpun, eins og þetta lagareldi, ef þú setur það í sögulegt samhengi, af því að þetta meiri hluta í þessi laxeldisfyrirtæki í meiri hluta eigu norskra fyrirtæki, ekki satt, að þá getum við rífið það upp að í kringum aldamóti 1900 þá komu norsk fyrirtæki og sóttu hvalinn af Íslandsmiðum. Það var, ég held að það sé alveg sorgleg saga rányrkju og yfirgang. Næst þegar norðmennirnir komu, þá komu þeir í síldina og við vitum, það varði til 1967 eða þar bil þegar síldin kláraðist og við getum alveg hort á þetta sem að gerast núna þegar við erum að leigja hafið sem væntanlega okkar sameiginlegu auðlind. Þegar við erum að láta það án endurgjalds undir þennan mengandi iðnað sko, og yfirgang sama iðnað að þá segir sagan okkur hvernig þetta mun enda. Ég rifja nú oft upp í svona hvalveiðarnar. Íslendingar voru fyrst þjóða með rétt til að banna hvalveiðar og það var akkurat vegna þessara rányrkju norsku og skosku hvalfangurinn hér. Já. Og það var gert bara vegna þess að menn sem þeir að taka náttúruauðlindina okkar burtu frá okkur, bara bönnuðu þetta sko. Ég held að ef þú skrýður djúpt niður í smáletrið í því ævintýri, þá myndu komast að því að helsti drifkrafturinn að því að setja lög á hvalveiðanorman á sín tíma var að sauðfé landsmanna sótti mjög í að éta svo kallar hvalþjósir sem að raka á land því að það var svo mikla þessu sem var hent í sjóin og það var sauðkindinni sem að stafaði ógn af þessu. Íslendingar settu lög í þessum efnum ekki til þess að vernda hvalinn, heldur til þess að vernda sauðkindin. Já, en þá kannski komu aftur að þessum sem var eiginlega upphafspunktur minni í þessu umræðum og veit ekki hvort þessum að nálgast endolog, en það var þess að með hvaða hætti fáum við ákveðna hluti í gegn. Hvernig tölum við þá? Og af hverju komin á stöðu núna að við erum hérna búin að stofna græna borðið til að ræða umhverfismál vegna þess að þau eru ekki. Þarf ekki að beita bara, þeir náðu Al Capone á sínu tíma vegna bókhaldsvika, sko. Þurfum við ekki að fara eins að velta fyrir hvernig við getum stöðvað, ákveðna rányrkju með ykkur öðru tungutaki heldur við beitt hingað til. Það kann vel að vera. Og rifjum það upp að orður til alls fyrst og þessi fyrsti þáttur af græna borðinu, hann þá eigum við ekki að vona það sameiginlega að þetta marki einhvers konar upphaf eða einhvers konar með því að koma þess á dagskrá á þessari kannski örlítið jaðarsettu sjónvarpsstöð að þá verði þetta minnst kosti vettfangur þar sem að fólk getur komið og tala saman þennan málaflokk og kannski eins og alltaf þegar maður tekur til máls. Það alltaf einhver þarna úti sem að heyrir. Af litlum neista. Af litlum neista verður oft mikið bál. Við skulum vera bjartsýn en mér langar til að þakka ykkur fyrir komuna í þennan fyrsta þátt og marka það, vera þannig þáttakendur í upphafinu af þessari vegferð. Ekki rétt að vitna bara í útvarpspadar landsmanna og segir annars viljum við þakka þeim sem hlýddu. Takk fyrir. Takk fyrir samruna. Það var gaman.